gat verið kaffið er búið. Ef við kannski að fá okkur kaffi áður en ég byrja. Ég er með stór frétt. Hér er ekkert nema stórfréttir, þú veist að ég er bara með eina hönd á stýrinu. Það er alltaf leið, ég var ekki bjössi á mjólkubíl bara með eina hönd á stýrinu. Með aðra hönd á stýri í einröndunum það. Og við erum eins, við erum ekki minni menn en Bjössi. Og hann nú svakalega merkilegur. En frétti núna er fundurinn. Hvaða fundur? Við erum bara í gátunum í dag. Ég er búinn að finna elskuðinni mínir og var aðeins fljótur á mér að kaupa stækkunargleru sem ég ætlaði að nota til að lóða. Ég er reyndar ekki búinn að finna hann ennþá. En hann skiptir ekki alveg smiklu máli eins og er því að, þú heyrir, hefur séð stærri mikrofón. Ég veit það ekki, en ekki ég allavega. Þessi er örmjór, rándýr á sín tíma og alveg svakalega góður. En hann er svolítið langur, allir sé ekki inn í 30 cm eða meira. Ég hef ekki mælt hann, en hann er svolítið langur. Sýnir hann aftur og þú segir eins og ég, wow, þvílíkt og hann aðeins. En sem sagt, svo ætla ég að finna lóðboltan og prófa nýju gleraugun. En ég þarf það ekki. Því ég fjann millistykki sem er með öðru djakki á sem ég get tengt við myndavélina, þar sem hljóðið fer fram. Og ég átti snúrur og á snúrur sem að sér þetta með öðru svo hinum öndanum og ég gat bætt semsagt við hana og núna get ég stungið í sambandi myndavélina og þú heyrir þetta fína hljóð. Þetta búið að vera til allan tíman og lengur heldur en þessi mikrofón er gamall og hann er líklega orðin hátt í 15 ára gamall. En hitt, já, eitthvað á svipuðu róli. Tóm vandræði. Og ég fjárfesti í stækkunarglerum, flottum og fínu svo sem, en fann ég hvergi lóðboltan og greip hönd ofan í þennan poka, bara venjulegur poki. Fyrsta sem ég tek upp úr pokanum er þessi litla fallega snúra. Hei, sagði ég þá við sjálfa mig, þessi ætlar bara gagnast mér. Og ég þurfti að leita þessu öllu og svo ætla ég ekki að finna snúrurnar. Þetta er svona, maður er ekkert alla daga að leita að græja þetta til. En var vissum að ég væri með þetta og þarna var einn poki í viðbútt og þar leyndist þetta vera og í honum meira að segja hljóðnemi. En mér skilst að hann sé nú ekkert sérstaklega góður, sagði mér fagmaður sem ég tek mark á. En mér fannst hann nú ágættur, en hann er, hvað heitir það aftur? Þú veist alveg, alltaf að nota þetta, það heitir hérna, ég maður það ekki, skiptir ekki máli. En græjan er komin upp, algjörlega, fullkomlega notæf og bítlabólurinn fer jafn vel eins og hann hefur alltaf gert. En svo er það spurningin, með hitt. Ætli ég geti skilað því? Þú segir engur á þessu. Fljótfær hafrýðingurinn. En það er í eðli hafrýðingana og sérstaklega innfættir gaflaraðir alveg skelfilegir að þessu leyti þeir eru svo fljótverðir. Svakalegt eiga þessa gaflara. Virkilega skemmtilegt en svakalega fljótverðir. Þetta var bara svona frétt sem ég þóttist vita að þú myndir gefa mikið fyrir að heyra og hér er hún komin. Lengsti mikrofón í heimi, þú ert búin að sjá hann og líklega svo mjóst í leiðinni en alveg hrikalega góður.
Og annað sem ég ætla að bæta við, að batterið í honum hefur hafa missa kveikt á honum. Allir það sé ekki búið að vera í honum ég man ekki hvenær ég notaði þennan míkrofón síðast, það er mörg ár. Það var alveg svoleiðis í blússandi lagi. Svona Guð, hann varðveitir það sem við eigum og svo hjálpar að manni til við að nálgast það sem þarf til þess að virkið nú allt. Og svona ykkur að segja, til ég segja allt, að þetta nú bara reynsla mín í Jesú nafni af því sem að ég hef verið að gera. Þetta er allt saman einhvern veginn gengið upp, en ég hef auðvitað þurft að fara af stað til þess að gá og skoða og kíkja á. Þannig útgjöldin í þetta skiptið voru engin og ekki einu sinni nýtt batteri. Og það er nú hámark hefninnar, en ég hefði getað rettað því. Ég á nokkur ónotuð slík og þannig ég hefði getað pröfað mig áfram. Hve lengi þetta batteri gengur í viðbót segi ég ekkert en ég veit að ég hef ekki notað en þess að sagði áðan þennan mikrofón í mörg ár og batterið var í honum allan tíman og þegar ég sá það svona líka laglega heilt maður og ég er að nota það og mikrofónun allt hitt allt að svínvirka og þá bara kveði ég aftur og við hittustum með alveg svoleiðis spáni af fréttir, ekki þessi fréttir, við erum ekki til þeim, heldur fréttir sem gleðja, ylja og hyrga svolítið í hjartað.